Ég komið sæl. Það er sunnudagur og þá eru sýnir Egils hér á samstöðinni. Hér á eftir verður umræða vandamálið á Gaza og þann hrylling sem þar er og mótmælafundina eða samstöðufundina sem voru í gær. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og til okkar eru komin María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Vinstri grænna. Nei, Viðreisnar. Já, og Sigurður Örn Hilmarsson, verðandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Sæll. Þú ætlar að leysa Áslaugu Örn af. Já, reyna að fylla í þau. Og svo er bara nýlent á Reykjavíkurflugvelli Arna Lára Jónsdóttir frá Samfylkingunni, en hún er að vestan, Ísfirðingur, þannig að hún bætist í hópinn rétt eftir. Þetta byrjun samt að vera mikil umræða hér á eftir fundina í gær og ástæðu þar. Verðum þetta að byrja þarna. Ég get bara sagt, þetta er átakanlegt að fylgjast með þessu. Það er að hungur er notað sem vopn. Já, ég meina það er það og við sem erum hér frekar vanmáttug gagnvart þessu ástandi höfum fylgst með þessu í allt of langan tíma núna, þar sem einhvern veginn alþjóðasamfélagi virðist ekki geta gripið mál af þessi stærðagráðu með afgerandi hætti og það eru auðvitað kannski það sem að situr svolítið eftir að við getum auðvitað beitt okkar rödd og gert okkar og hrópað hátt, en þegar alþjóðasamfélagið er eins og það er og neitunarvaldið er slíkt eins og hjá Sameinuðu þjóðunum og víðar, þá einhvern veginn setur manni pínu hljóðan vegna þess að maður er að fylgjast með hryllilegum atburðum á hverjum einasta degi sem að ættu ekki að gerast og við ættum ekki að sætta okkur við að séu að gerast og raungerast fyrir fram að nefað okkur sko. Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara hræðilegt að horfa upp á þetta. Þú veist, ég hef nú komið til Ísrael og Palestínu, ferðast þarna farið til Betlehem og Jerúsalem. Og þetta var nú þá daga þegar Play var að fljúga þarna og það var nú svona allan að yfirbörðinu öllu friðsamlegra að líta en maður fann spennustíð sko og þetta er náttúrulega bara ræðilegar hörmungar og ég held sko þú veist að með þetta með alþjóðasamfélagi sko við Íslendingar eigum allt undir okkur að alþjóðalög séu virt. Veist, við komumst aldrei neitt áfram með einhvers konar hnefarétti og þess vegna held ég að sko að við, þú veist, hvort sem eru íslensk stjórnvöld eða almenningur hér hafi mikið fram að færa og geti beitt sér þú veist, það eru náttúrulega ýmislegt í gangi hvað þessi, þú veist, alþjóðalög varðar alþjóða glæpadómstólun og svo framvegis, þetta tekur náttúrulega allt bara alveg óheyrilegan tíma ég kann að það nú bara áðurinn mætti þennan þáttinn hver staðan væri á málaferlum þá Suður-Afríku gegn Ísrael og þú veist að þetta eru greinagerðaskil Ísrael í janúar held ég en svo sem komnar eitthvað bráðabirgða aðgerðir sem eru svo virtar að vettu en ég held að sko þú veist við þurfum ekki að vera sko lítil í okkur það kemur að beita okkur alþjóðlegum vettvangi sem bara svona friðarsinnuð þjóð og mæla fyrir mannréttindum og alþjóðalögum og þannig að við getum svo sannarlega beitt okkur á þeim vettvangi. Já, það er það sem ég veit að utanríkisráðherra Íslands, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur verið að gera á hverjum einasta fundi sem hún fer á og hvert sem hún fer, þá eru þetta málin sem hún setur á oddinn og aðgerðir ég heyrði í morgun í Sprengisendi að hún ætlar að hitta utanríkismálanefnd á morgun til þess að fara yfir svona það sem að hún er með á taktinum gagnvart svona beinum aðgerðum þannig að við bara fylgjumst með því. Fundinir í gær voru vegna þess að þjóðin, fólki sem mætir, er óánað með stjórnvöld. Það er óánað með því að stjórnvöld tala bara og gera eitthvað og segist vera að vinna þessu og hafa áhyggjur af þessu. Það komu þarna fram kröfur frá mörgum, kannski Ingibjörg Sólrún hafi lagt það svona skýrað fram, sem að var að slíta stjórnmálasambandi. Sagði það? Segja okkur út ég heldur að hún ekki endilega sagt það beint. Hún sagði það, ég var á fundinum hún segja sig frá Eurovision segja sig bara úr þessum FIFA-dóti þessu ef það hafa Ísraeland inni hefja refsiaðgerðir taka þátt í kæru Suður-Afríku fyrir alþjóðadómstólnum þetta var nefnt alltaf fundinum
forseti Alþýðusambandsins tók undir þetta. Fundurinn var þarna vegna óánægju þjóðarinnar hvernig stjórnvöld það tekið á þessu. Þannig að mér finnst ekki rétt að við sem að tala hérna eins og stjórnvöld séu einhvern veginn að gera allt sem í þeirra valdi stendur. Það bara ekki þannig. Það ekki afstæða þjóðarinnar. Herru, Arna Lára, þú kom til okkar, Jónsdóttir, bara bjóðu velkomna til leiks. En þú heyrir alveg hvað við erum að tala. Ég heyri það. Já. Ég var einmitt á öflugum fundi á Ísafirði í gær sem var haldinn á Seljutorgi og það voru þetta mjög sterk skilaboð sem komið þaðan. Og bara fjölmennu fundur þrátt fyrir að það var á sama tíma risastór atvinnuvegasýning það sem allir hinir bæjarbúarnir voru en það var alveg sterk skilaboð þaðan í sama túr. Já, ég ætla samt að segja sko, ríkisstjórnin tóku þetta við hér í janúar, febrúar og ég hef allavega fylgst með því hvernig utanríkisráðherra hefur beitt sér með mjög skilmerkilegum hætti gagnvart því sem kannski var áður ósnert. Þannig hún er búin að vera að ryðja svolítið brautina núna seinustu mánuði gagnvart því að tala skýrar þessi mál, taka afstöðu, hún gerði það til dæmis gagnvart Eurovision og hún hefur verið... Við tókum þátt í Eurovision. Já, en sko, þetta er líka svolítið spurning sko, þú veist, þegar að gerandin er þarna úti, á hann ekki frekar að víkja? Eiga okkar... Já, maður kannski ekki að leika með hverju sinni. Þú átt að neita að taka þátt. Já, ég er svona velt þessu fyrir mér, sko, bara með íþróttir og með Fjöldamorðingi í kvöldurabóðinu. Að þá víkur þú, það gengur út úr þessu, ég sit ekki við þetta borð, þú býður ekki og situr við borðið og býður eftir því að hann finni það hjá sér sjálfur fjöldamorðinginn að víkja. Nei, en ættum við ekki þrýst á það að hann víki. En ég kannski er bara að lýsa andanum sem var á þessu fundi. Fundur var haldinn vegna aðgerðarleysis stjórnvalda. Og ég skil Ég veit að þið styðjið stjórnvöld og þið verið að svara því út frá því, ekki láta eins og stjórnvöld sé að gera allt sem í þeirra valdi stendur. Það er ekki afstaða mikils meirihluta þjóðarinnar. Mikill meirihluti þjóðarinnar er búin að fá nóg af aðgerðarleysi stjórnvalda. Já, það sem ég er að segja hins vegar er að ég hef fylgst með því hvernig er verið að byggja upp þessar aðgerðir sem að mér skilst að utanríkisráðherra sé að fara að kynna. Og ég veit að augun eru sannarlega á þessum bolta. Það er ekki þannig að það sé ekki verið að halda á honum eða neita að taka þátt í því að finna leiðir. Ísland hefur ásamt Noregi verið í algjöru framvarðasveit þegar kemur að því að fylgja liði, fá fleiri þjóðir með. Það eru ríki sem er í Haag-hópnum, það eru eins og Suður Afríka sem eru í fórustu það er ekki ríkja Vesturlönd í neinni fórustu sem máli. Jú, ég er að segja að Ísland og Noregur tóku fórustu að fá Slóvena og svo komu Frakkar með og Spánverjar hafa komið með og svo Bretar. Og það er risastórt að Bretar og Frakkar séu farnir að tala með skýrari hætti af því það er það sem að truflar pínu það sem er í gangi milli Bandaríkin og Ísrael, skiljið. Þannig að hvernig upplifið þá þessa fundi sem stuðningsfund við ríkisstjórnina? Í gær? Nei, þetta var bara þjóðin að mæta og segja þessum hug og það er það sem hún á að gera. Segja þessu hug gagnvart stjórnvöldum, ekki gagnvart ástandinu á Gaza. Gagnvart þjóðamorði og gagnvart þá aðgerðarleysi stjórnvalda þeirra hálfu. En þá er það bara stjórnvalda að taka því og svara því kalli. Ég vona að stjórnvöld svari þessu okkur alvöru því að þetta var stórmerkilegu dagur í gær. Stórmerkilegu dagur. Okkur er ofboðið bara við einasta fréttatíma hvað við að fylgjast með netinu og okkur er ofboðið hvað þetta er annað, öllu fólki er ofboðið. Og það er bara frábær brýning til stjórnvalda að gera þá betur. Já, þannig að íslensk stjórnvald hafa baklandið í þjóðinni. Já, ekki spurning. Jú, ekki spurning. Ég var í Póllandi í síðustu viku og hafði nú þess kost að fara til Auschwitz og Birkenau og þetta er eitt svo hræðilegasti staður sem ég heimsótt og maður einhvern veginn lætur hugan renna til Gaza núna í ljósi þessu að þetta er svo hræðilegt að við skulum við sem alþjóðasamfélag skulum bara láta þetta gerast aftur og núna er þetta fyrir opnum tjöldum þetta var nú kannski ekki eins fyrir opnum tjöldum 1941-45 en svo sannarlega erum við bara að horfa á þjóðamorðið í beinni núna og þetta er bara ofbýð þjóðirinu og þetta ofbýður okkur líka. Og þetta eru við að ræða það í okkar þingflokkum og ég menna það bara, ég nánast á
ég ætla ekki að segja öllum þingflokksum sem ég seti, það bara eins samt held ég á öðru hverjum ef ekki þá málefni ganska rætt og hvað getum við gert, hvaða leiðir getum við farið og þetta mjög mikið rætt allan í mínu þingflokki og bara að það vera að leita leiða hvað við getum gert og ég held að við getum gert meira. Já, hlusta á fyrirvændi formann Samfylkingarinnar. Já, ég hlustaði á hana í Kastljós í gær og get ekki undir það sem hún sagði og bara við verðum að gera meira. Og ég ætla bara að taka undir með Mari, ég mjög spennt að heyra hvað Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, ætlar að kynna fyrir utanríkismálanefnd á morgun og ég bara vona að við getum gert meira því við getum ekki hort upp á þetta. Ingibergsson nefndi líka að rifta fríverslunarsamningi EFTA vísar sem ég held ég hafi talið upp eitt sem hún nefndi. En ég tók eftir á Facebook af svona mildari sjálfstæðismaður sem var að skrifa og sagði það hefði nú verið gaman að ný forysta Sjálfstæðisflokksins eins og Guðrún Hafsteinsdóttir hefði verið þarna meðal þjóðarinnar. Hvað finnst þér? Á fundinum í gær? Nú veit ég ekki hvort hún hafi verið Nei, hún var ekki. Nei. Það var nú 6.000 manns eða ekki? Já. En finnst þér þetta að vera mál þar sem að ný forysta Sjálfstæðisflokksins getur svona stíið fram og... Já, ég sé enga ástæðu til annars. Fyrir mér þetta ekkit svakalega flókið og sjálfum sem lögfræðingi finnst mér oft bara þá íslenski stjórnmálamenn vera þvæla málið smá, eins og til dæmis þetta sem ég hef heyrt og því væntanlega að hugtaki þjóðamór sé flóki lagalegt hugtak og það svona fólk einhvern veginn þorir ekki að nota það og þú veist, ég svo sem ekki sérfræðingur í alþjóðalögum en þú lesið þessa ákvæði og ég get alveg sagt það sem mína skoðun að ég fæ ekki annað séð en þetta uppfyllir bara meira og minna öll tilvíkin sem að geta talist til þjóðamór hvort sem þessi þvingaða hungursneið, hernaðaraðgerðir gagnvart saklausum borgurum og börnum eða brottflutningurinn sjálfur Það virðist vera mjög erfitt fyrir ég segi það bara að mér finnst það merkilegt að hlusta á íslenska stjórnmálamenn þora einhvern veginn ekki að segja þetta Svona blasir við En samt rekka stjórnmálamenn sem í eitthvað glerþak sem geti farið upp úr get ekki sagt og kjósa það að þau sjá þetta saman við, þau sjá þjóðarmorð en kjósa það að finna eitthvað skjól með því að það sé ekki þjóðarmorð fyrir að koma einhver lögfræðingur og túlki það fyrir okkur við höfum að horfa á þetta bara eins og vitni við erum vitni að þjóðarmorði og þess vegna verðum við að geta sagt þjóðarmorð þetta lítur út eins og þjóðarmorð, lyktar eins og þjóðarmorð En nú þingið að koma saman er ekki alveg augljóst að ykkur þingmenn biðja umræðu þetta Sér frá hvað komið fram í utanríkismálanefnd á morgun ekki allir svona sjóðvíkja morgun með marga langi til að ræða þessi mál. Þetta var líka bara núna í vor, þetta var verið að ræða þetta oft í störfum þingsins og þingmenn að taka þetta upp því þetta þingmennum ábyrgur, alveg svo þjóðinni. Þannig að mér finnst ekki ólíklegt að þetta verður rætt. Þingi sem þarna megin við ríkisstjórnina. Já, það hefur verið. Við skulum rifja það upp hvað stjórnarandstaðan á þingi. Það Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn. Þetta ekki flokkar sem með svona harðari afstöðu gagnvart Ísrael heldur ríkisstjórnin. Það hefur í þinginu, það hafa þingmenn úr okkar röðum bara og þar á meðal ég sjálf notað tækifærið og röddina til þess að tala þessu máli í púlti Alþingi sem skiptir máli að senda tóninn og halda þrýstingnum gangandi en það einmitt alveg merkilegt að úr minnihlutunum þá man ég eftir ræðu úr Framsóknarflokknum en annars ekki mikið aðhald úr minnihlutunum, það kannski breytist þegar Sigurður kemur inn en þannig að þetta aðhaldi hefur verið meira fyrir utan veggi þingsins og það skiptir óbærslega miklu máli að við séum með aktivista, að við séum með fólk að núti sem að mótmælur og heldur okkur við efnið, að því þannig virkar lýðræðið og lýðræðisríki virkar þannig að við erum með ólíka raddir og eigum að vera með aðhald á stjórnvöldum. Þess vegna fannst mér viðburðurinn í gær stórkostlegur upp á það að gera að sjá líka samtakamáttin ekki bara á Austurvelli, heldur all land. Það eru aktivistar um all land og fólk sem að lætur sig málin varða og það er það mikilvægast í mínum huga sem að við eigum að gera, það er að láta okkur málin varða og hafa hátt og þrýsta á þá frekari aðgerðir og við munum líka sýna ákveðið aðhald inn í þingflokkunum okkar allavega við Arna Lára og fleiri til.
Já. Ég held að það verið merkilegu dagur í gær. Ég man ekki eftir svona breiðri samstöðu. Nei, ég menna á Ísafirði, það var bara alls konar fólk, sko. Það var ekki einhver svona sérstakar hópur sem voru mætti, það var bara... Já, nú líka í búsaldabyltingunni, það var alls kyns fólk sem kom og það var svolítið gaman að sjá það, sko. Það var hvað það var breiður hópur og það er lengur komið út fyrir öll velsæmismörk og þetta er viðbjóðslegt að fylgjast með þessu. Þá var náttúrulega til dæmis Alþýðusambandið tók ekki þátt og hinnar svona samtök almennings voru ekki búsaldabyltingu, það var grasrótar upplýst. Já, ég var að segja, fólki sem var á sko, hvað gaman að sjá fólk svona ólíku hlutskiptum í lífinu. Sko. Má ég syndla því þú ert lögfræðingur, ágætur lögfræðingur. Hvað með að Ísland takki renni sér með Suður Afríku? Finnst þér það vera svona eitthvað sem ætti að skoða? Sko ég náttúrulega, eins og ég sagði þarna áðan, þá er ég ekki sérfræðingur í sko alþjóðalögum. Ég gerir ráð fyrir því að það sé sko formsins vegna held ég að það sé hægt, ég svo sem þekki það ekki. En þú veist, mér finnst það bara eitthvað sem maður þyrfti að bara skoða mjög vel, sko. Eins og ég nefndi þarna áðan, sko, ég held að við þurfum ekkert að vera feimi við það að Íslendingar að taka afstöðu bara með alþjóðalögum og þá skiptir engu máli, sko, hver gerandinn er. Bara við stöndum með reglunum og við stöndum með mannréttindum og beitum okkur þá gegn mannréttindabrotum á þeim vettvangi sem bara alltaf það sem það er hægt, sko. Þú veist, þetta mál er í einhverju ferli. Og eins og mér skilst þarna sem komur reyndar alveg mjög óvart, sko. Ég held að, eins og ég segja, að Ísrael eiga að skila greiningar þarna í janúar, sko. Þannig að það er langt að vænta einhverju niðurstöðu og þá er einmitt, sko, bagalegt ef að ég skil þetta rétt, sko. Það voru þá bráðabirgðar ástafanir sem þá alþjóða dómstólunum búin að leggja á Ísrael þær eru heldur ekki virt og hætti að myrða fólk. Já, en sko, þú veist, svona bara smátt og smátt sko mólnar undan öllu kerfinu, sko. Þetta er bara það að við þurfum að standa með alþjóðalögum og réttindum, þú veist, bæði sögum þeirra hörmunga sem er í gangi þarna. En þú veist, það er þetta ryðja heilu hverfin og áður en að maður veit að verður bara komin í bakgarðin sko heima hjá okkur sjálfum. En eitt í þessu, haldið að Íslendingar séu alveg frjálsir til þess að taka afstöðu vegna þess að það liggur fyrir að Bandaríkjamenn styðja Ísrael alveg blint. Og við vorum með fréttaði núna í vikunni sem var svolítið fjallaðum í Noregi að norski olíusjóðurinn hætti að fjárfesta í Caterpillar sem selja gröfundar sem að rústa Gaza, reyðja rústunum burtu. Þá kom hótun frá bandaríska utanríkisráðuneytinu og varnarmálaráðuneytinu gagnvart Norðmönnum að beita það á eitthvað svona refsiaðgerðum. Haldið þetta sér raunverulegt að Bandaríkjamenn ef að við myndum ganga lengst allra slíta stjórnmálasambandinu að við myndum kalla yfir okkur refsiaðgerðið Bandaríkjanna? Ég veit ekki. Ég stæði fram yfir rótunum frá þeim. Ég átti mig ekki á þessu. En mér er minnistætt sko þegar Rússar réðust fyrst inn í Úkraínu og við tókum þátt í viðskiptaþingunum á Rússa og það þótti að í einhverjum kreðsum fyrir eitthvað umdeilt mál út að það bitna á íslenskum sjávarútvegi. Það er sérstætt möguleika okkar að selja íslenskan fisk til Rússlands. Og ég hugsaði með mér sko gott og vel, sko, auðvitað kostar þetta allt saman, en markmiður á endanum sko að þú veist komið upp fyrir 3. heimsstyrjöldina. Það sé einhver eftir til þess að selja fisk, sko. Og þess vegna held ég sko að þú veist oft á tíðum er það einhverjum svona stundarhagsmunir sem að ráða kannski för, sko. Og það er bara hollt að hugsa málin í stærra samhengi og það eru náttúrulega skrýtni tímar í bandarískum stjórnvöldum og við hefum þetta mikið undir stjórnmálasambandi við Bandaríkin, þannig að þetta er bara erfiður vegur að feta en sko einhverjum tímapunkti þarf sko rétt að vera rétt og við þurfum þá að standa með því Og hvað kostar að gera ekki neitt, sko? Þú veist, það er líka stóra spurningin og ég get tekið undir það sem að Sigurður var að segja hér varðandi bara alþjóðasamfélagið. Við eigum allt okkur undir, við erum eyja nyrst í Atlantshafi, við eigum allt okkur undir að alþjóða reglur og alþjóða viðskipti og alþjóða lög séu virt og við eigum þá að vera með mjög skýra afstöðu þegar kemur að því að mótmæla því þegar að línan er
orðin svona svakalega brotin, sko. En ekki, sko, talandi þetta að Þórdís Kolbrún frá utanríkisráðherra, hún kallar sendiherrann heim og það hefur þær afleiðingar að segja þeir að Skaginn 3X misti þá sölusamninga og þess vegna var hún búin að búa sér til mikla andúð í sín eigin kjördæmi með sín eigin fæðingabæ og hafi flutt sér í suðvestu kjördæmi þess vegna, þannig að ég veit ekki, það sko hefndirnar eru oft stórar og miklar. Já. Þú veist, þetta náttúrulega einhver saga sko sem að þessir fyrirverandi stjórnendur fyrirtækisins halda lofti sko og ég ætla svo sem ekki að fella dóm það sko. En þetta var alltaf á Skaganum. Hvað sérum? Skagamenn voru alveg ákveðnir í þessu, þetta væri. Já, en ég held að mann geti svo sem sko ársreikningafélagsins aðdraganda þessar aðgerða og kannski komist að annarri niðurstöðu sem ég ætla eitthvað að fullyrða það sko. Nei. En jú, ég meina, þú veist, það er bara, þú veist, það er nú ástæðan fyrir því að við kjósum okkur sko leiðtoga, þú veist, þetta er ekki einfalt starf, það er vel að taka erfiðar ákvarðanir og það þarf þetta svona hryggjastykki að vera í lagi, að það sé einhver svona, það sé hánorður, menn það sé einhver prinsip í einhverju, annars erum við bara eins og strá í vindi, sko. Þess vegna held ég líka að það sé mikilvægt að við fáum, sko, því fleiri þjóðir sem standa saman, því betra. Þá erum við ekki ein, sko, öskrandi með vindin í fangið, heldur erum við með fleiri og sérstaklega núna þegar Frakkar eru komnir inn, Spánverjar, Bretar og svo núna jafnvel Þjóðverjar farnir að tala með miklu sko meira afgerandi hætti. Þartu komið Belgar, Írar hafa verið mjög afgerandi, Normenn, ekki Svíar og Danir, það eru náttúrulega alveg merkilegt hvað Norðurlandaþjóðirnar eru einhvern veginn misafgerandi í þessu. Normenn hafa verið mjög keikir. Þannig að leiðut eru kannski 10 til 15 Evrópuþjóðir en ekki bara við og Normenn. Þá bara skiptir það líka máli upp á það að sýna ákveð bolmagn og sýna þrýsting þá gagnvart Bandaríkjunum. Og gagnvart þá þeim hagsmunum sem eru þarna undir vegna þess að þú veist það held ég stóra aðgerðin sem búið að vera í undirbúningi núna seinustu misserin, það efla sér tengsl, fá fleiri fram og núna allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna munu þjóðir stíga fram og viðurkenna sjálfstæði Palestínu sem að fyrir okkur eru þetta löngu tímabært og við vorum þetta fyrsta þjóðin til að ríða og vaði hvað það varðar fyrir fáunum árum síðan. Þannig að ég held að mér finnst þetta gerist alltaf hægt og ég er sammála því að fyrir diplomátana er þetta ábyggilega að gerast mjög hratt en fyrir okkur venjulegt fólk þá er þetta að gerast alltaf hægt. Og mörg líf undir okkur en degir. Já, og þegar að tala um einhverja greinagerð í janúar þá fær maður nú bara svona hryllilegt að heyra hvað þetta er drepið okkur með einustu klukkustund á Gaza. Það kom allan fram í einni ræðin og Ísafirði í gær. Þetta er hryllingur. Herðu, þingið í vor endaði með látum. Já. Það var bara ríðið í handbremsuna. Má ég skjóta aðeins inn því að þetta er mikið mál þjóðamorðið en heitasta málið í síðustu viku var Snorri Másson. Já. Það er nú ykkar kollegi. Já. Má ég aðeins heyra hvað það mál var? Já. Slæðir þögn á hópinn. Ég tók mér nú smá tíma að melda þetta viðtal sko. Ég var ekkert sérstaklega ánægð með framgöngu þingmannsins var ég að segja og veistu, ég náttúrulega algjörlega ósammála með öllu sem hann sagði og við erum bara ekki í neinni aðstöðu til þess að efast tilhörir rétt fólks og svo bara hvernig hann hegðaði sér og framgangur gagnvart viðmælendunum hinum og mér fannst þetta bara með öllum ólíkjöndum verði ég að segja og honum ekki til mikil hróss verði ég að segja og ég vona að hann sjá nú af sér og Það var það margir sem tóku þátt í umræðu í kjölfarið þessu. Þetta var ekki bara framkomu hans, þetta snýrist þetta var bara svo margar hliðar sem voru rangar í þessu viðtali. En það er miðflokksfólkið, það grípur til þess að það sé ekki gott að vera miðflokksmaður og kannski verra og samúð gerði eftir klaustursmálið, sko. Já, sko, ég fór að vorkenna sjálfum sér. Orðin mikil fórnarlömb og margir sem taka undir því, mér fannst að þegar kom frétt það að Víkingasveitin eða hvað þetta er sérsveitin, eða vakta heimilans, þá kom mér óvart hvað, mér myndi held að svona þriðjungur af fólki hafi einhvern veginn sveiflast með samúð með honum í þessu máli. Mér kom það svolítið óvart. Ég er þetta ekki tvennt.
þú veist, ég ekki bara eðlilega viðbrögð að hafa samúð með sko þingmannum vegna þessara stöðu bara í sjálfu sér. Það er bara hótun eins einstaklings, það er ekki beint samfélagslegt mál. Bara þannig að þessu sé nú haldið til haga, sko, ég held að þetta sé tvennt, sko, fólk getur haft samúð með því að þarna þú veist, eru upplifuð einhver ógna heimili þingmannsins og fjölskyldufólk getur haft samúð með því en breytir ekki afstöðinu varðandi hvað hann var kannski að segja efnislega. Nei, ég er að segja að það er allir samúð með einhverju sem er hótað og stendur ógna. Já. En ég er að segja að ég upplifaði svona þriðjungurinn leita á að þessi hótun væri raunverulega afsprengi af einhverju samfélagslegri umræðu sem það getur náttúrulega aldrei verið. Þetta lítur bara að verið einhver biluð manneskja sem að hótaði einhverju. Það er ekki beint svona samfélagsmál að við höfum bara stoppa umræðum einhver mál og fara að ræða það eins og þessi birtingamynd einhverju átaka í samfélaginu. Mér finnst það bara frálegt ég held sko allan, ég upplifði þennan þátt málsins sem að mér finnst bara, og þetta nú held ég bara því miður svona raunveruleiki margra sko stjórnmálamanna eða fólk sem í fórustu í samfélaginu að því miður það bara svolítið þannig sko að það eru þú veist, fólk bara í okkar samfélagi sem ekki í jafnvægi og finnur sér einhvern kanal hvort sem með hótunum eða einhverju framkomu eða hvað það nú sko. Ég veit það bara fyrir fyrsta, þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að hús þingmanns eða ráðumanns hefur verið vaktað, það bara hefur ekkert verið fjallað það sko. Það er alls konar hótanir sem berast og ríkislögreglustjóri held ég að sé að sá aðili sem meti það hverju sinni hvort það sé tilefni til þess að grípa til einhverja varúðar aðgerða eða ekki. Hanna Birna, það var heima í henni. Já, og bara núna þessu kjörtímabili sko. Það er hérna í viðtal með 2 löggubíla með sér sko. Já, en ég ætlaði samt að fá að segja sko varðandi þetta mál. Verandi svona, við erum 3 held ég opinberlega hinsegin þingmenn, öll í Viðreisn svo sem, en ég sem bara hinsegin manneskja og manneskja sem að hef varið mjög löngum tíma bara í mínu lífi í að fræða hinsegin málefni og ég og kona mín stofnuðum hinsegin leikan á sínum tíma og vorum með það markmið að reyna að brjóta niður staðalímyndir, búa til fleiri fyrirmyndir og fá jákvæða umræðu að við erum ólík og það er gott og grundvallar svona grunnpunkturinn sá að við eigum að fagna því að við erum fjölbreytt, við eigum að glæðjast yfir því að við séum ólík vegna þess að ég held að heimurinn væri mjög leiðilegur ef við værum öll eins. Ég var bara mjög hrygg að fylgjast með þessari framgöngu þegar ég horfði á þetta viðtal og mér fannst Þorbjörg ofboðslega sterk að standa þarna og reyna þó að svara þegar hún kom stað en þetta er ekki að detta bara af himnum ofan sko. Þú veist, ég held að þetta sé markvisst, það er markvisst verið að reyna að taka þessu umræðu með þessum hætti til að afla fylgis við málstað sem ég bara get ekki skilja að sé samfélagin okkar til framdráttar að vera einhvern veginn að stækka gjána á milli okkar staðin fyrir að finna samanandi þætti. Já. Og þetta hef ég séð hvort sem það Snorri Másson eða aðrir þingmenn Miðflokksins gera árabil þar sem þeir reyna að búa til svona einhverju sundrungu, eitthvað svona við og þið stemming gagnvart einhverju minnihlutahópi sem að kannski margir hafa ekki djúpa þekkingu á. En ég held að mörg okkar þekki einhvern sem er hinsegin eða trans eða kynsegin eða hvernig sem fólk skilgreinir sig. Ég held að flest séum við með einhvern í okkar nærumhverfi sem er einhver staðar á litur og regnbogans. Og þess vegna er líka hollt fyrir okkur átt okkur á því hvernig samfélagi bregst við. Við búum í mjög góðu samfélagi. Við búum í samfélagi sem að mætir á Austurvöll og sem að talar hátt og segir, herðu nei, þarna var einhver lína sem þú fórst yfir. Og það er í raunveru það sem ég sá gerast. Það þýðir ekki það að kannski eru 10-12% þjóðarinnar algjörlega bráði að Snorri hafi verið hugrakkur að þora að tala með þessum hætti. Þá er það bara þannig í okkar góða, opna lýðræðissamfélagi þar sem við njótum tjáningafrelsis að taka þá umræðuna. Er þetta svona eða ekki? Og mér fannst það í raun og veru, mér fannst ekki, sko, þeir sem ég sá einhvern veginn fara fram, fæstir voru einhvern veginn að níða Snorra, sko. Fólk var bara að svara fullyrðingunum hans hvort það séu 2 kyn eða ekki eða hvort að transfólk eigi tilveru rétt eða ekki og svo framvegis. Það er umræðan sem hann leggur á borðið með því að fara fram með þessum hætti og auðvitað fær hann þó bara svör við því. Þannig virkar opinber umræða og ég átta mig ekki á þessari vegferð.
Og hvað hann gengur til, sko. Já, og ég og auðvitað verður maður bara ofboðslega hryggur þegar maður hefur horft upp á það að ég og konu mín vorum hér í grunnskólum og menntaskólum að fræðum hinseginleikann í mörg ár og á endanum var það þannig að við fórum út á bílastæði og gáðum hver annari bara high five, þá voru allir einhvern veginn með fjölbreytileikann á hreinu og það var ekkert vandamál í skólanum, hver sem við fórum var bara opin umræða hluti sem var ekki opin þegar við vorum ungar. Nei. Ég meina, ég fer í gegnum grunnskóla og menntaskóla alveg pikkföst inn í skápnum af ástæðu. Það vantaði umræðan á fyrirmyndirnar og við vorum svolítið að taka það til okkar að næsta kynslóð fengi þó allavega meira frelsi og það var þarna smá gluggi af kynslóð sem fekk að vera bara nákvæmlega eins og hún vildi og bara spreyta sig á alls konar. Svo kemur kynslóðin þar á eftir og þetta gerist pínu í skugga heimsfaraldusins að það verður bara bakslag í byrni og ég sé það bara þegar ég fer og fræði eftir COVID þegar við máttum fara á stað aftur og við förum og höldum fyrirlestur hinseginleikann að viðmótið og svona orkan í herberginu hafiði breyst. Þá voru þessir gæjar, Andrew Tate og Jordan Peterson og Ben Shapiro og ég veit ekki hvað þeir heita, allir þessi bandarísku svona innfluttu áhrif höfðu smitast mjög hratt inn á TikTokið og Instagrami hjá unga fólkinu og allt í hennu voru við einhvern veginn með bara fólk sem að gelta á okkur og fólk sem að fór að spyrja mjög fordómafullra og skrítina spurninga sem að við að sjálfsögðu svöruðum vegna þess að það er okkar hlutverk en það var bara svona eins og það hefði orðið eitthvað shift og það gerðist pínu kynslóðinni fyrir neðan okkur þannig að við sem eigum börn á þessum aldri við kannski föttum ekki alveg hvaða veruleiki blasir við þeim og þeirra bergmálshelli af því við búum síðan bara í öðrum bergmálshelli og það er svona þegar ég fór að skoða samfélagsmiðlana hjá syni mínum og ég bar þá saman við mína þá fattaði ég bara við búum öll í ólíkum heimum og það er kannski það stóra verkefni hjá okkur það er að brjóta niður þessa hella og fara að tala meira saman og átta okkur meira á því hvað það er sem sameinar okkur en sundrar ekki. Dóttir mín segir þetta alltaf ég þekki ekki hennar kynslóð. Það var birt könnu núna í vikunni mælingu, það var sýnt gröf sem er spurningin hvort að fólk sé hlynnt ættleiðingum samkynhneigðra og þar mátti sjá eilitla breytingu að það voru 91% fyrir einhverjum árum sem að studdu þetta og komið niður í 87. Þetta virkað mjög lítið en svo þegar það var skoðað undir 30 ára þá var breytingin þess að voru á móti þessu fara úr 5 yfir í næstu 10 og maður reiknar með þetta sem meira og minna kallar þannig að það voru kannski komið með 20% af köllum undir 25 ára sem eru andsnúið því að samkynhneigt fólk fá ættleiða börn. Það var gerð það er ég veist bara upp fyrir mig núna það var gerð eða allan að birt einhver könnun held ég að verið síðastlið vor sem að gerða meðal ungsfólks minningunni held ég að hafa verið svona 10. bekkingar fólki í framhaldsskóla og það var augljós breyting það var verið að mæla svona afstöðu gagnvart einstaka hópum, stjórnmálamönnum, lögreglumönnum feministum og hinsegin fólki og þetta hefur því miður breyst töluvert ég held að þetta sé svona eins og Marja segir það eru þarna svona hávarar raddir á internetinu, algoritmin er líka þeirra gerðar að hann ítir svona ég ætla bara öfgafullu efni að notendum, bara út af að fólk er þá lengur á miðlinum þannig að maður sér það bara sjálfur mínum samfélagsmiðlum hann er mjög næmur fyrir öllu því sem er svona öfgafullt og þetta hefur auðvitað bara mikil áhrif og þess vegna held ég að þessi skipti mjög miklu máli að fólk sem er svona í forystu í okkar samfélagi sé svona leiðandi og tali þetta ábyrgð og tali líka til þessa hóps og reyni að fræða og eiga þetta samtal ég held að það sé einhverju leyti alveg hægt mér fannst þessi þáttur náttúrulega bara einhver hörmung hann mér var bara ég held að sé alltaf að orða það bara eins og mér fannst þarna framkoma hans bara mjög dónaleg hann hefur nú svona gengist við því sjálfur og sagst alltaf svona hætt að grípa fram með fyrir fólki og það er svo sem bara gott að blessa efnislega skildi ég ekkert hvað maðurinn var að segja og skilraunar ekki ennþá og ég svona reyni að fylgjast bara vel með þessari umræðu hvort sem er bara sérstaklega hér á landi ég sé ekki þessa ógn þessa ætluðu ógn
ég skil ekki, þú veist, áhyggjurnar og svo reynir maður svona að kafa í þær og þá kemur í ljós að það einhvern veginn eða ekkert raunverulegt. Eina svona sem að ég get einhvern veginn fest fingur á og kom fram í viðtali Sigríðar Andersen Bylgjunni í vikunni þar sem hún satt með Degi Bjeggertsinni að það þú veist, einhverja svona áhyggjur af, sko held ég bara eins og kynfræðslu í grunnskólanum og það var umræða hérna síðastliðin vetur minni mig varðandi svona kennslubóka á þessu sviði, þar sem að lögfræðingar sumir hverjir eða einn hérna taldi að barnaklám væri að ræða og ég skildi ekki hvert maður var að fara, þannig ég las þessa bók bara í heild sinni og það er nákvæmlega ekkert þarna, þú veist, ég tala svona við börni mín, þú veist, mér finnst það skipta máli að börn fái sko fræðslu samfélagi sem við búa í, eigin líkama mörk í samskipti við annað og efni sé í samræmi við aldur og þroska þeirra. Það auðvitað skiptir máli og hérna en þarna fólk að vanda sig en þá þetta einhvern veginn orðið að vandamáli sko og þú veist ég held að enginn einhvern veginn getur verið þeirra skoðunar að það sé slæmt þú veist að börn eða ung fólk fái þú veist upplýsingar samfélagi sem að búa í sko og þá kannski óttast ég að kjarni málsins sé mitt sá að einhverjir hópar séu reynilega þeirra skoðunar að þetta sé ekki hluti af samfélaginu. Og hérna já, fyrir ekki Nei, þetta sem við erum að ræða þetta að hérna til hvers var samtalið maður bara nærði ekki hver var tilgangurinn með þessu og það það sem ég skil ekki að ráða svona gegn bara hópi sem í mjög viðkvæmri stöðu og ég bara skil ekki hvað honum gekk til ég bara næði ekki hvað kastljósinu gekk til já, fyrir utan það sko hver var tilgangurinn sko meina hann hafði verið þarna og það sem fjást líka svo merkilegt sko svona eftir þáttinn þessi hérna skýring miðflokksfólks að það sem svo mikið þöggun að þau sé að vera svo fyrir mikil þöggun menn hann hafði verið í fullt af hlaðursþáttum hann var í kastljósi hann með aðgengi af hérna kannski áhrifamesta ræðistól landsins sem ræðislutin og Alþingi svo hérna upplifðu þau fyrir einhverju þöggun mér finnst þetta svo hérna sérkennileg skýring nei ég bara skil ekki hvað þeim gengur til að ráðast gegn hérna fólki í viðkvæmri stöðu og ég bara næði ekki og bara hvað þeim gengur til eru það að reyna að bæta samfélagið með þessari umtali ég bara næði þess ekki það er eitt í þessu en maður ætti kannski að reyna að skilja þetta þá getum við kannski ekki samtalið það er erfitt að skilja ef þú myndir skrifa upp það sem hann segir það er mjög erfitt að skilja eitthvað hvað hann er ég er sammála því en það kannski og þau verja sig þannig líka ég meina komum bara með beina tilvíðan hvað er það sem hann sagði sem er svona slæmt þannig að einhver leiti fór viðtalið fram á einhverju svæði sem er utan raka Já, þetta svona einhver hugmyndafræði og þetta sagt í svona einhverju svona þetta bara svona sagt eitthvað svona já, og við erum hérna með hlutlæga mælikvarða huglæga eitthvað svona sko og hérna þegar maður fyrir að greina þetta sko svo kemur alltaf já en ég er samt alveg frjálslyndur sko ég er alveg umburðarlyndur og maður segir það þú veist af hverju er þetta og ég held að ég komist að þeirri niðurstöðu að ég held að þetta sé gert til að afla fylgis til að fá athygli og auka vinsældi sínar inn í þessum hóp sem eru ungir kallmenn. Ég ætla bara að segja það hér og nú að þeir eru að upplifa annan heim en ungar konur. Ég hef borið saman, af því ég hef mikinn áhuga á þessu sko, ég borið saman samfélagsmiðla hjá 17 ára stelpu og 17 ára strák og það er skuggalegt. Og ég held að við þurfum aðeins að vakna og átta okkur á því hvað það er sem þau eru að neita. Stelpurnar fá rosalega mikið efni það að kallmenn séu stórhættulegir að strákar séu hérna bara hræðilegir, þú veist hvort er hræðilegra skóarbjörn eða kallmaður þú veist, það eru spurningarna sem þær eru að fá hjá sér svo ertu með unga strákin sem að hérna, þú veist, og allir í sjálfsmynda leit sko á þessum aldri svo ertu með unga strákin sem er bara með hérna be a man, sko, þú ert að taka ábyrða og sjálfu þér og kallmennskunni og svona og það talar rosalega á svona mjög svona subtúlhátt til þeirra alveg þannig að það svona er á einhverju grensu einmitt, svo horfur einni sekundu of lengi
og þá allt í einu algoritmiðin bara stútfullur af miklu öfgafyllra efni en bara það sem þú horfir á í smástund. Og þannig ertu með heila kynslóð sem einhvern veginn að reyna að tala síðan saman í menntaskólanum eða tala saman á skólaböllunum eða hvernig sem það og ég held að þetta sé ekki uppskrift af jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum. En ég held að við sem foreldrar og við sem erum svona kannski meira að fá einhver kattavídeó og hvernig sniðugt að þrífa heimilið vídeó, þurfum aðeins að átta okkur á því að það einhverjur hagsmunir á bakvið þetta. Sko. Þú veist, þetta kemur ekki bara af himnum ofan. Ég meina, við sjáum hvernig Trump náði aftur völdum. Við sjáum hvaða öfla eru, Elon Musk og allir þessir aðilar sem að hafa sko, í popúliskum tilgangi náð að afskræma umræðuna þannig með falsfréttum og með alls konar hlutum sem gera það verkum að á endanum hann síðan lýðræðislega kjörinn forseti Bandaríkjanna aftur sko. Og ég satt fyrirlestur daginn hjá nú dattu út úr mér hvað þau heita neturökkisveitin á Íslandi, Settis. Það sem maður var að fjalla sko, að þú voru aðgangar, þúsundur aðganga á Twitter eða X sem að studdu Trump á sínum tíma og voru bara að koma með alls konar svona astnalegar fréttir af Joe Biden til að grafa undan honum og svona þið vitið þetta Sleepy Joe dæmi og svo skyndilega breyttist þessir aðgangar og fóru að tala frönsku og studdu Marine Le Pen. Þetta voru sömu aðgangarnir. Þá kemur í ljós að þetta voru bara einhverju tugir af einhverjum rússneskum bottum. Skiljiði, þú veist, við búum í þessum heimi þar sem að maður þarf pínu að vera gagnrýnin á upplýsingarna sem koma og spyrja sig býtu hver að græða þessu, til hvers verið að matreiða þetta svona ofan í ólíka hópa og hvert er lokamarkmiðið með þessu og hvernig getum við búið til einhvers konar móteitur eða einhvers konar umræði sem gera það verkum að við áttum okkur á þessu því að ég held til dæmis að við þrjú þú veist, við erum úr ólíkum stjórnmálaflokkum og við sem sittum við þetta borð ég held að við sjáum líka mjög ólíka heima bara við sjálf sko þegar við förum að spekla okkur inn í hvort sem það er pólitíkin eða áhugasvið eða annað. Þannig að þetta áverðið þetta kastljós að því að það er ekkert sem að hunda festir. Þannig að þetta er eitt risastórt hundablístur það sem verið að ýja að einhverjum hlutum og svo er sagt, ég sagði það nú ekki nákvæmlega, en samt verður við sem samfélag náttúrulega geta rætt hundablístrið því að Bandaríkjamenn hafa verið mjög illa á því að bara ræði ekki sko rasismann sem að vellur út úr Trump af því að hann svona reynir að sveigja sig hvernig framjá því og hann gerir árásir á borgir þar sem eru sko svartir í meiri hluta og hann gerir alls konar svona hluti sem eru bara rasískir en vegna þess að hann orðar það ekki algjörlega beint að þá megum við ekki ræða það. Ég held að við verðum að eftir þetta kastljós að segja, heyrðu, það er bara komið inn í samfélagið umræða sem er bara eitt risastórt hundablístur og við erum finna einhverja leið til þess að sko ræða það sem það er. En ekki, þú veist, að ræða það sem það er ekki eða það sem það þykist ekki vera. Já, bara alveg sammála því. Menna, veist, hluta þessu bara er þetta fræða og upplýsa og tala saman og hann er greinilega komið úr alltaf náttheldur en allavega ég og fólki kringum mig og ég hugsaði, ég lustaði þetta bara ég verður að reyna að skilja hvað hann er að koma bara, hvernig á maður verður einhvern veginn að reyna að skilja til að geta svara og ég bara einhvern veginn, ég tengi bara ekkert vera veruleika sem hann lifir í og ég hef bara engin ógn af fleiri kynum en tveimur sko og ég hugsaði bara hvernig er hann að reyna að bæta samfélagi með þessu málflutningi það bara gerir það ekki. Þú verður ekki að transfólk sér að grafa undan tilveruðinni? Nei, mér bara stendur engin ógn af transfólki og þetta bara, eins og ég bara taka undir með Maríu, þetta bara eftir því sem við lifum í opnara og fjölbreyttu samfélagi til betra. Þetta er bara Steve Bannon 101 sko, þetta er uppskriftabók sem er til, búa til einhvern svona óvinn sem er hræðilegur og svo kemur þú fram sem einhvers konar svona maðurinn sem þorir maðurinn sem þorir að brjóta þögnina og leiða þjóðina í einhverja betri átt sko en sem betur fyrir við Miðflokkurinn er ekki einhvern stórkostlegri siglingu og við erum ekki í hægri Sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki sérstaklega vel Framsóknarflokkurinn er bara komin á gjörgæsludeild svona miðflokkar Samfylkingin og Viðreisn eru einu heilbrigðu flokkarnir Þannig að við erum í miðsveiflu á Íslandi, við erum ekki í þessari hægri sveiflu sem er alltaf verið að boða sig að koma. Maður sér hann ekki í könnunum. Ég auðvitað mjög hrifin af því að við séum ekki föst á einhverjum jöðrum, að við séum frekar að reyna að finna
svona miðjuna sko í pólitíkinni og í bara samtali almennt. Ég held að sé miklu fleira sem samanar okkur öll en sundrar og ég held að við ættum að setja miklu meiri orku í að rækta það frekar en hitt sko því að ég skil alveg fristnivandan að vilja búa til sko hérna gjána en það er ekki. Það hérna bjartara framöndinu Sjálfstæðisflokknum, Jens Garðar fundinn. Mokkinn búin að auglýsa eftir honum, hann fundinn. Það gaf sér fram, skrifið á Facebook. Það var Suðurkjördæmi held ég. Það birti myndina sem að Mokkinn hafði sett hann í einhvern joggingalla. Hann ætti ekki hann á joggingalla. Já, þetta mjög spennandi að sjá hérna hvernig þingið verður í haust. Nú þetta komin nýr þingflokksformaður og hérna Ólafur Adolfsson og hérna við María þekkjum hann vel. Hann í Norðvesturkjördæmum okkur og hérna okkur hefur gengið bara vel að vinna með honum og hann svona verið úrræða góður en hérna rökfastur, svo sannarlega. Þannig ég mjög spennt að sjá hvernig honum hérna tekst til og allavega minni reynsla á honum þá hérna vænti þess að hann eigi eftir að gera þetta vel. Hann er hérna úrræða góður og rökfastur. Haldið að Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að svona aðgreina sig aðeins frá miðflokknum. Nú var svona verið að benda á það í sumar í þessu málþófi og Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki gert gott mót með því að elta miðflokkinn inn í málþóf og haldið það? Það verður bara svolítið að koma í ljós. Ég auðvitað vona það af því að Alþingi Íslendinga er bara merkilegasta stofnun landsins og mikilvægasta fyrir bara okkar samfélag og það er ekki gott þegar að svona ímynd fólks af Alþingi sé að þetta sé einhvers konar svona leikhúsfáralegan sko. Það bara hjálpar okkur ekki. Ég held að við getum gert miklu betur í því að finna leiðir til þess að þingið geti fungerað betur, við nýtum tíman okkar betur án þess að kippa úr sambandi sko aðhaldi minnihlutans, alls ekki. Ég vil mjög sterkt aðhald, ég vil líka þá að við í meirihlutunum þurfum þá líka að líti í eigin barm og hugsa ef það eru góða breytingatillögur sem koma frá minnihlutunum að þá eigum við að vera opin fyrir þeim og hætta þessu sko, það er svona einhver svona gamaldags klísja að það eigi að vera svona veggur á milli og maður eigi bara ekki að hlusta á það sem kemur úr ranni minnihlutans og öfugt. En var þetta bara vegna veiðigjaldana? Var þetta svona hörð hagsmunabarátta fyrir útgerðin í landinu? Já, svo sannarlega. Þið sáu það. Hvað er því Sigurður? Sko ég náttúrulega fylgdist bara með þessu fjarlæga eins og hérna bara borgararnir sko og mér fannst þetta nú svolítið sérstætt allt saman sko. Mér finnst þetta, þú veist að það var ekki hátt á þessu risið en þá var ég að tala bara, þú veist, bara alþingi í heild sinni sko. Það þarf náttúrulega 2 til. Þú veist, það var gengið fram með svona óvenjulegum hætti, þú veist, að menn ætluðu sér mikið og gera það knappt og á stuttum tíma, þú veist, það var náttúrulega ekkert sem krafðist þess að afgreiða þetta frumvarp með þessum hætti þarna, sko, þú veist, það hefði alveg verið hægt að gefa sér meiri tími í þetta, en þetta verður svolítið svona ankannalegt finnst mér og ég held að og vona það að þingheimur og ríkisstjórnin þá líka, hún er ekki undanskilin, hafi nú lært eitthvað af þessu. Mér finnst sko við þurfum að, þú veist, það sé svona ábyrgð, þegar við lifum á svona viðsjárverðum tímum sko. Og þá fólk sem er svona, þú veist, borgarlega og lýðræðislega þingjandi þarf auðvitað að svona huga að framkomu sinni út af því að sko bara til dæmis þarna við þinglokin sko, þetta eru svakalega stór orð sem voru látin falla á báða búa sko að mínu viti sko án tilefnis sko og þú veist hvað svo sko þegar orrustanum Ísland raunverulega stendur yfir sko hvaða lýsingur ætla menn þá að fara að grípa til. Þannig ég vona bara að fólk mæti þarna búið að fullorðnast svolítið. Það er bara alveg svo ég er. Og hérna og vandi sig. Og þetta sko að hérna að ég held ekki að þetta sé mörgu liti rétt hjá Maríu sko að þú veist flestir þingmenn eru sko sammála í stórum dráttum í hvernig samfélagi við viljum byggja upp hér sko og þetta eru hérna þú veist núansar í stefnumótum það er bara eðlilegt sko en menn er að geta sko rætt það málefnilega og þú veist ég svona sem starfandi lögmaður þá fannst mér þetta þú veist mjög sérstakt við lögmenn vinnum við erum í ágreiningi þú veist að leysa ágreiningsmál og hérna gerum það bara eftir ákveðnum ramma og þetta eru sko allt bara góðir félagar mínir og vinir sko, góðir kollegar sko og hérna bara eru í hinu liðinu sko.
Ég bara mjög spennt að fá þig inn á þingið. En þetta líka, tilfinningin var mjög mikið bara frá upphafi, þú veist, ríkisstjórnin kom auðvitað sterk fram með sterkt umboð og með skýra sín á hvað hún ætlaði að gera og sagði þarna hún ætlaði að vera verkstjórn og mér leið bara pínu eins og það átti bara ekki að leyfinni að vera það, alveg sama hvað og mér fannst sorglegast einhvern veginn í þinglokunum að því ég satt nú við samningaborðið meiri hluta tímans, eða mikinn hluta á samt Sigmari Guðmundssoni þingflokksformanni, ég var að formaði þingflokksins og maður satt þarna í góðri trú að reyna að finna fleti og reyna einhvern veginn að leysa hnútinn og svo endar þetta einhvern veginn svona og við erum með kannski 30 mál sem allir voru sammála að klára sem að skipta bara þjóðina miklu máli sem að mátti ekki, við spurðum bara má ekki þá bara klára 10 mál og það bara nei, bara má ekki þú veist, þetta var svona, þetta var undir lokin svo óbúslega súrt og grátlegt vegna þess að og þannig eru mikil ótrúlega sóun og tíma okkar því nú þurfum við öll málin að koma aftur inn á núlpunkti og byrja upp á nýtt og ég hugsa nú einhver þeirra fái nú vonandi einhverja flýtimeðferð vegna þess að við þurfum nú að það er mörg mál sem bara skipta þjóðina miklu máli en mér finnst þetta svona mér finnst þetta ótrúlega grátlegt að við gátum allavega ekki sameinast þessum mál og auðvitað það er allir ábyrgir hér, ég er ekki að segja það en þetta við getum gert svo miklu betur og átt þroskuð samskipti en samt stunda pólitík sko. Já, þú veist, og aftur, ég veit svo sem ekki hvernig þessar samræður þinglokin voru, sko, og það kann að vera að þetta hafi verið svona, sko, sjálfur hefur ég var svona. Já, ok, þú getur það bara fullirt það. En ég sjálfur held ég, sko, sé ekki alveg ástæðana fyrir því að menn hafi ekki viljað klára þessi mál sem var sátt sko, það bara klúraðist hjá ykkur, sko. En mér finnst þetta reyndar alveg athyglisvert sko þetta með þennan sterka meirihluta á verkstjórnina sko, þú veist, ég held að það sé alltaf lægi líka að sína smá, þú veist, auðmjög gagnvart því sko, þú getur ekki sagt einhvern veginn ég er í verkstjórn og verið og gengið það fram með þessum hætt og sama. Þetta segir fólk alltaf í stjórnarandstöðu. Já, en ég meina svo kemst það í stjórn og þá fara allir í það að bara kýla sín máli í gegn. Þú veist, ég veit það ekki alveg, þú veist, staðrindin eins og María sagði, sko, bara til þess að klára þetta líka varandi þetta sterka umboð, sko, ég held að það var 50,5% held ég sem að kjósenda sem að held ég með því að telja sko en það er meirihluti, þú veist, og þau eru í meirihluta á þinginu, en það breytir því auðvitað ekki, sko, að þó það sé þingbundin stjórn að þá gegna allir þingmenn ákveðnu hlutverki. Og þess vegna held ég að það sé bara vonast ég aftur til þess að þetta verði til sóma næsti þingvetur og menn hefði bara lært af þessu. Við erum svolítið gamlir, ég og Sigurjón og fylgst með þinginu lengi og þeir eru nýjir þingmenn og þeir eru með þennan tón sem oft er með nýra þingmenn og þú veist að segja að fólk myndi fullorðnast. Það sorglega er að þegar þingmenn fullorðnast og verða lengur á þingi því harðsvíraðri verða þær einmitt í átökunum. Sko, ég þekki eiginlega engin dæmi þingmann sem situr lengi og tekst að viðhalda hinn milda tón nýrra þingmanna. Nei, og þú veist, þið kannski verði ég orðin alveg ómögulegur eftir þennan þingvetur, sko, en ég held ekki, sko. Það er náttúrulega núna, ég held að þessi tæpur meirihluti þingmanna nýr. Mikil endurnýjun, sko. Já, ég held að það hafi verið þannig, sko. Eins og alltaf undanfarið alveg frá hruni. Já, þú veist, það var líka mikil endurnýjun, sko, þarna bæði aðdraganda eftir hrunið, sko, og ég held allan af þeim samtölum sem ég hef átt við þingmenn í öllum flokkum sem að lifa þessa tíma, sko, að það er ekki mínu upplifun, sko, og svo ég bara sem kjósandi að þá er það einmitt akkurat omvendt, sko, að fólk sem hefur sinnt þessu í ákveðin tíma skilur það að endanum snýst þetta að vinna með fólki og þú sá sem er í meirihluta einn daginn getur verið minnihluta næsta daginn og þú þarft að geta myndað ríkisstjórn og átt í samstarfi við alla flokka, sko, og þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta nokkur sinnum og þá læriru, held ég, sko, mér finnst það frekar, það er mínu upplifun, sko. Það hefur verið bent á að þessi hugsun er minni á Íslandi, í íslensku þingjónum heldur en í nágrannlöndum. Það er meira samráð á milli, sérstaklega í stórum málum eins og í utanríkismálum, grunnkerfum samfélagsins, það sem er sótt eftir, sko, breiðari sátt í öðru þingum heldur en. Já, og örstuð bara með það var svona orðræðan í kringum þessi þinglok og veiðigjaldafrumvarpið er svona, hefði aldrei gerst, sko,
hinu Norðurlöndunum sko, og það var að vera að vísa til þess að minnihluti myndi aldrei fara að beita sig með þessum hætti, en það verklagið bara frá A til Ö allt öðruvísi. Það með þetta samráð, það eru skrifaðar skýrslur og hvítbækur og verið að rýna í hlutina langan tíma áður en það koma svo til þinglegar meðferðar sko. Já, búið að ákvarða oft á tíðum bara, já, í þessu máli verður talað í 20 klukkustundir, þannig að það ganga allir að því sko. Og þú tala fyrir þinn flokk, það kom ekki allir í Hallarúu upp. Nei, bara velja sér fulltrúa. Já, við gerðum það sko, menna við vorum þú veist. Norðurlöndunum. Já, Norðurlöndunum, já. Það var ég að tala málþófi, þar sem voru Hallarúurnar af þingflokkunum sem að koma upp. Ég held að þetta málþóf og svona þessi menning eða ómenningin og þingi sé bara afleiðing og svona arfleið bara annara tíma og ég held að sé kannski komið að nýrri kynslóð og það sitja svolítið tónin, hvernig við ætlum að hafa þetta til framtíðar vegna þess að sko af hverju eru fáir, þú veist, það mjög fáir ungir einstaklingar, ungt fjölskyldufólk ekki mjög svona afgerandi á alþingi af ástæðu. Þetta rosalega lítill fyrirsjáanleiki og það ábyggilega hægt að gera ótrúlega margt bara með því að setjast niður af því að þegar maður hittir síðan vinimanns í hinnum flokkunum, hvort sem í minnihluta og meirihluta, þá eru allir jafn svona hissa á því að þetta skuli vera fyrirkomulagið en það enginn sem ætlar að taka endur á skarið og segja, herru, við verðum að breyta þessu vegna þess að þú veist, þegar þú ert í minnihluta þá þetta, sögnin að þetta sé eina vopn minnihlutans. Þá það okkar að breyta því og segja, herru, hvernig getum við þá gert það þannig að þetta fungeri betur þannig að minnihlutin komi sín á framfæri, þannig að meirihlutin hlusti og komi líka sín á framfæri og alþingi Íslendinga virki vegna þess að eins og að blasi við mér núna þá þetta virkar ekki svona. Nei, það sem gerðist í vor var bara það að valdaflokkarnir komlu, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur voru báðir sem mistu völdin sín og það bara, þetta var svona mikið bara til fíla. Þetta var sjokk. Og svekkelsi að fá einhver ráðið. Já. Ég var þingfréttabari nokkura vetur sko. Ég sá margt þarna og heyrði. Þetta bara fíla. Já, það var þetta svolítið svona stemmingin svona fyrir mig sem nýjan þingmann það var svona, þið kunnið ekki alveg reglurnar, það óskorarreglur þeir eru ný, skiljalegt þið fattið ekki hvernig þetta virka. Ætlið þið alveg að gera þetta svona? Já, þetta var svona svolítið væpi sem að var að fá sko, en þetta var þetta ótrúlega áhugavert að því voru, því ég hélt mjög oft að það var að komast á samningar og svo bara, já, hörðu, við bara komum þessi far við þess að við gerum þetta svona og allir samluðu það, svo stoppaði allt af veiðigjöldunum og það sem ég fannst svo áhugavert ég hafði nú skilningu því að sjálfstæðismenn voru í málþófi í veiðigjöldunum en ég skildi ekki á hverju Framsóknarflokkurinn var elda af því að ég hef nú alltaf upplifað Framsóknarflokkinn að þeir séu svona fólk sem vill vera gera málamyndanir, vill vera flokkurinn svona að reyna að samþætta sjónarmið en það voru þau svo alls ekki, þau voru bara ansi hörð í málþófinu og já. Svo var líka fórsta Sjálfstæðisflokksins nýkjörin með tiltölulega litla pólitíska reynslu að Guðrún hafði ekkert verið lengi á þingi og Jens Garðar ekkert. Þannig að ég held að það hafi líka svona flækt málin fyrir þeim. Það var ekki einhver reyndur sem nema Guðlaug Þór ég veit ekki hvernig hann skiptir sér að þessu en það held ég. Já, og ég kann ekki að segja en málið náttúrulega bara það má alveg skoða bara í heild sinni þetta mjög óvenjulegt mál kom til með óvenjulegum hætti, þetta var ekki uppleggið, þetta var ekki planið það bara allt innu var ákveð að keyra á þetta með þessum hætti. Það var ekki planið, þetta var í þingmálaskrá. Og bara þannig að fá að klára ég held að enginn þeirra skoðunar frumvarpi sem var lagt fram hafi verið gott. Það sætti mikill endurskoðun og bara sem betur fer. Þannig á þingið að starfa og svo geta menn haft sína skoðunar á því hvenær komið nóg af þessu málþófi. Ég held bæði tók tillit til hlustaði. Já, ég held að það verið fullt af atriðum, bara tæknilegar útfærslu betri, jafnvel þó að markmiðið sé óbreytt, Þannig að, það var líka, það ekki hægt að líta fram hjá því að málið var, illa undirbúið þegar kemur þarna inn, Núna mun verkstjórnin koma með sitt fyrsta fjárlagafrumvarp og það bunki af málum sem að dóu í sumar sem að hún verður eiginlega ná þannig að þetta alltaf sagt þegar verið að loka þinginu þarna vor og sumar
að þá gerum við gangskorið í að afgreiða málin hérna á haustþingi, það er aldrei gert. En núna verður eiginlega ríkisstjórnin að ná mörgum stórum málum í gegn á haustþingi. Plús það að hún að fara í gegn með sín fyrstu fjárlög sem ætti að vera því að breytta efnahagsstjórn. Hún með eitthvað svona, alltaf verið ekki kallað eitthvað svona bandormur á atvinnustefnu sem virkilega mjög stórt mál sem ég býst við að allir í stjórnarandstöðunni vilji ræða út og suður. Já, ég held að líka. Þannig ég held að við byrjum bara á fyrsta degi nákvæmlega þess að við endum í sumar. Allan ekki nála tí. Ég held að. Alveg sama þótt að maður greina að Sjálfstæðisflokkurinn vilji kannski hafa aðeins mildri afstöðu. Miðflokkurinn, hann í ham. Já. Þetta verður bara áhugavert sko. Ég sé fyrir mér núna verður þetta endurflutt mál bara í massavís sem verður stopp í vor og við verðum að upplifa einhvers konar Groundhog Day í nefndarstarfinu að því við erum búin að vera að taka við öllum og það þarf að gera allt aftur og byrja upp á nýtt og Þurfum við að hlusta á sama fólki aftur? Já, sko, það verður þetta eftir nefndaformanu hverju nefnd bara hvað hún gerir, hvort hún kalla eftir nýjum umsögnum eða ekki og hvort sé tilefni til þess og já, en það þarf að kalla inn fleiri gesti. Það verður óska eftir því. Það verður án efa óska eftir því og og gert tortryggilegt ef það er ekki gert. Já, það er ekki og þannig að við munum finna þá fyrstu vikunum hvernig stemmingin verður sko og kæra fjölskyldufólk, ég myndi fara að kanna með svona barnapíur og ég er undirbúin. Ég er svo heppin sko, ég hef svolítið sagt það sko, ég gerir það fyrir þau sem með mér í borðið, þau voru bara með börn í skólum og leikskólum í Reykjavík, ég er bara þannig að ég flýg í bæinn í upphæði viku og skil fjölskylduna eftir og ég get bara í vinnunni alla vikuna, svo flýg ég bara heim. Þannig að ég get bara verið lengi mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag, þú veist. Kemur bara heim til mín að hjálpa mér. Ég er bara í þeirri stöðu, ég er bara svo tógrasjómaður. Alltaf fagnar og kemur heim þetta verður svolítið þetta er kallað átakaþing þetta verður átakaþing ég er svona hóflega bjartsýn bara satt best að segja við komum bara, við erum allan tilbúin og klári bátana í ríkisstjórnarflokkunum og höfum átt mjög góða vinnufundi og svona sett tóninn fyrir okkur, þannig að við erum klár og ég get bara tala fyrir okkur og ég held að við munum mæta til leiks bara fulla veldmóði og svo bara verðum við að sjá hvaða leik minni hlutin leikur. Ég get ekki tala fyrir þeirra hönd. En þetta er að reisa stór verkefni sem stöndum frammi fyrir. Það er þetta að ná tökum á efnahagsástandinu og ná niður vöxtum á verðbólgu og það er nú bara sameiginlegt verkefni okkar að ná því niður og það kemur öllum til góðs. Seðlabankinn hefur engan áhuga á því að ná niður vöxtum. Hann ætlar að halda háum vöxtum hérna út þetta ár og líklega út næsta ár. Ég ætla að vona að það verði ekki. Þetta er náttúrulega allt mjög nýtt fyrir mér sko og ég vanur einhverju allt öðru umhverju sko það sem og ég var að velta fyrir mig hvernig maður ætti að fara að undirbúa sig og ég gerði mín jómfrúaræða mín í mars var sko verklagi í þinginu sko sem að mér þótti sko mjög sérstakt. Fólk veit ekki, ég spurði bara hvað erum við að fara að ræða á morgun? Það er bara að veita ekki sko. Það er ekki hægt sko að miðla því til okkar og ég var einmitt að velta fyrir mér svona hvað verður til umfjöllunar þennan veturinn og það svo sem þetta eftir að koma í ljós hvort og hvað miklu leyti sko Evrópumálin verða í forgrunni sko, mér skildist nú á einhverjum ráðherrum ríkisstjórnarinnar það snerist að finna rétta tíman fyrir þá umræðu sko, sem er svolítið skrítið sko en ég las ég fór eitthvað fyrir þetta viðtal bara hugsa hvað verður þetta og það er svo sem erfitt fyrir mig að finna upplýsingar það sko, ég las hins vegar sko þessa stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fyrir viðtalið og þú veist, það er náttúrulega svona svo stundum hún er kannski held í almennari en oft sko, en það er einmitt þetta með vaxtastigið sko, sem að ríkisstjórnin ætla að ráðast í sko, og það rennur náttúrulega upp fyrir kannski fólki að þetta er flókið og erfitt sko. Mér fannst athyglisvert að sjá hvernig þú veist, þessi fjármálaáætlun þú veist, einhvern veginn ekkert í samræmi við það sem fólk segist að ætla að gera
Og svo, þú veist, eins og þarna til dæmis í þessari stefnu yfirlýsingar talað sko bráða aðgerðir í húsnæðismálum, sko, og ég fór eitthvað að rifja það upp, hvað eru þær komna fram, þú veist, hverjar verða þær, þú veist, það er ýmislegt svona sem á eftir að koma í ljós, sko, en strax er teygjanlegt hugtak, eins og einhver sagði. Já, það er svolítið lenskan, sko, mér leið oft, sko, ég veit ekki hvernig þið leið, Arna Lára, en í vor leiði mér oft að það var svo mikil sprengur í þjóðinni, sko, að ríkisstjórnin kæmi hlutunum í verk og eftir 7 ára svona kyrrstöðu stjórn, sko, það sem að málin einhvern veginn, ég starfaði þá niður á þingi, sko, í minnihlutunum og við þurftum rosa lítið að gera og segja því að þau sáu svolítið það innbyrðis bara að slátra málunum hjá sér. En mér leið oft í vor, sko, eins og sprengurum var slíkur að við áttum bara að vera búin að klára allt á þessum 4 mánuðum sem að fyrir ríkisstjórn tókst ekki að gera á 7 árum. Þannig að ég held að minn vinur Sigurður geti bara beðið spenntur eftir haustinu og ég held að það verði nú þarna húsnæðispakki og það verður fjárlögin verður þetta mjög svona afgerandi held ég á þessu þingi og efnahagsmálin en það eru þetta líka menntamálin og alls konar hluti sem að við þurfum að ná betri stjórna og betri tökum á. En allt hvolfist þetta efnahagsmálin. Það er bara þannig að við verðum að ná vöxtunum niður og verðbólgunni fyrir einmitt bara fólki í landinu, fyrir atvinnulífi, fyrir þú veist, það skiptir ekki máli hvar við setjum niður fótinn, það er það sem að býr til svigrúmið ef að ríkisstjórnin nær að ná böndum og ríkisfjármálin líka, að þá erum við að tala innviðauppbyggingu og vegaframkvæmdir og jarðgöng og allt þetta sem við Arna Lára dreymum svo mikið Þannig að þetta hangir alltaf þessari spýtu. Við verðum eiginlega að fara að segja þetta gott, að býta fleiri gesti fram í sem að ég trúi því ekki. Sigurður, María Rut og Arna Lára, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Og við erum ekkert búin að ræða atvinnustefnu eða samgönguáætlun. Það verður, veturinn rétt að byrja. Við verðum á vaktinni, sko. Rauðaborðið linnulaus þjóðfundur. Ég veit. Og núna ætlum við eftir að tala þjóðfundir sem var í gær. Smá auglýsingar og svo kemur hingað hópur gesta. Takk fyrir mig. Takk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.